Hæ. Stundum þegar við sendum tölvupósta þurfum við að gera greinarmun á því hvaða einstaklingar eiga að taka þátt í samtalinu og hvaða einstaklingar eiga að fylgjast með en þurfa ekki endilega að taka þátt. Í gamla daga þá voru bréf afrituð með því að annar pappír var lagður ofan á og förin af blekinu voru síðan notuð til þess að búa til ný för á tóma pappírinn og ensku kallast þetta carbon copy og þessi hugtök eru líka notuð í tölvupóstunum. Ef við opnum núna glugga til þess að semja nýjan póst og ítum á örina sem vísar hérna niður í tildálknum, að þá fáum við hérna 3 dálka í viðbót. Þeir sem eru settur undir til eru einstaklingar sem að fá póstinn og eiga sem sagt að vera aðal viðtekendur. Ef þú ert með einstakling sem á að fá afrita póstinum og þarf ekki endilega að vera með í samtalinu, þá myndum við setja hann hérna í afrit. Og á ensku köllum við þetta CC, sem er skammstöfun fyrir carbon copy. Og þriðji og seinasti dálkurinn heitir falið afrit, á ensku BCC fyrir blind carbon copy. Og þetta eru einstaklingar sem að fá póstinn, en aðrir einstaklingar geta ekki séð að þessir einstaklingar hafi fengið póstinn. Þannig að ef þið eru til dæmis að senda viðkomandi tölvupóst á hópa fólki, þar sem að enginn má vita hver fékk póstinn, að þá er ráðlegt að setja alla viðtökunda hérna undir falið afrit eða blind carbon copy. Þannig að svona getum við haft enn fínni stjórn á því hvernig við sendum tölvupósta á fólki og hvernig viðtökundur eiga að bregðast við póstinu sem þeir fá.